Nóvembermánuður rétt genginn í garð en margir taka forskot á jólasæluna og í búðargluggum og meira segja á einstaka heimilum má sjá orðið jólaskreytingar. Á Minjasafninu á Akureyri starfsfólkið komið í jólaskap enda opnar þar árleg jólasýning sunnudaginn 15. nóvember næstkomandi. Það styttist náttúrulega bara óðum í jólin. Þetta miklu styttra en maður heldur. Þau voru komin ára maður veit af. Jólin eru byrjuð svona fyrir dálítið síðan hérna. Það ýmsu að hyggja. Við náttúrulega erum að undirbúa árlega jólasýningu. Við erum alltaf að bæta við sýninguna. Þetta svona fólk getur komið og gengið að því sem það hefur svona kynst hjá okkur síðust 2 árin. En í ár þá ætlum við sérstaklega að fjalla jóladagatöl og þann sið og við höfum verið að biðla til fólks að lána okkur dagatöl sem að tengist þeirra æsku eða á þau og svona deila með okkur hvernig það taldi niður jólin því að við erum mjög spennt að telja niður jólin og maður finnur það spennan vex og við teljum niður og það er svo margar aðferðir til að telja. Og dagatöl eru orðið nokkuð gamall siður á Íslandi og það margt mikið af svona gömlum fallegum gripum, bæði þetta gömlu pappadagatölu fjöldaframleiddum, þau eru með mikinn sjarma og svo auðvitað allt handverkið sem að fólk var að gera svona miðja öldina upp úr svona 1950-60 að þá til mikið handverk, veit maður á heimilum og það væri ofboðslega gaman að fá að sýna það. Þannig að við svona höfum verið að óska eftir að fólk svona hjálpa okkur fyrir þessi jól og lána okkur og leyfa okkur að sýna því að það mjög skemmtilegt að fá að deila því hvernig fólk taldi niður jólin. Og það mjög fjölbreytt þegar maður hugsar dagatal, hugsa maður eiginlega kannski helst bara eitthvað svona pappírsalmanak en eins og segir handverkið ekki síst eitthvað sem að leynist á heimilum. Ég með svona nokkur sýnisort bæði frá okkur og svona aðeins það sem hefur að berast okkur af pappadögatölum og þau eru einmitt eins og sjáum mjög falleg. Svo veit ég og við höfum von á að fá til dæmis eitt 60 ára gamalt jóladagatal að kerti. Mjög spennt að fá það í hús. Svo erum við komið með einn klukkustreng. Klukkustreng, kallar þetta, já. Þetta eða svona veit ég er til víða og mjög gaman að sjá þetta handverk. Þetta er þetta mjög svona skandinavískt og þetta kemur úr, maður skoður gömlu tímaritin og sér að það verið að auglýsa þetta og það er rosa gaman að sjá gömlu auglýsingarna þar sem verður að segja fólki svona að gefa þeim hugmyndinu hvernig það getur talið niður. Er þetta ekki deyjandi list? Ég meina, eru ungar konur sem verða að byrja heimili Já, ég veit það ekki. Búa til svona? Er ég kannski svo eina sem ekki að því? Það spurning, sko. Það væri gaman að vita það ef hvort einhver það má alveg koma með eitthvað nýtt. Bara hvað ertu að gera? Er þetta lifandi list heima hjá þér og áttu gamla sem ertu að nota, ertu hægt að nota hann, eins og þennan þessi frá 73, kona sem gerði hann einmitt þegar hún eignaði sitt fyrsta barn. Og svo var alltaf hengt að gjafir í og svo voru börnin orðin 4 og þá bættist við bara stór poki í toppinn. Það voru svo margir. Margt svona mjög skemmtilegt og einmitt ég bara að kynnast þessu hægt og rólega eftir því sem að hlutirnir koma inn og ég fæ að heyra sögur og maður auðvitað hefur skoðað allar þessar gömlu auglýsingar og umfjallanir og fólk deilir með manni sögum og það mjög gaman að sjá hvernig fólk bæði varðveitir þessa hluti. Þetta auðvitað nota og þó að sé kannski bara skraut. En fólk varðveiti þessi vel og ég veit marga sem áttu eitt dagatal og notuðu það aftur og aftur og lokuðu gluggunum og fóru mjög vel með þetta. Þess vegna líka þetta til ennþá. Já, það hefur nú aldeilis breyst. Fólk geymir ekki svona pappadagatöl lengur. Ég veit það ekki. Ef einhver á lager af jóladagatölum alveg síðustu ára einhvern veginn, ég veit það ekki, þá væri gaman að vita því. En þetta svona, hefur eflaust eitthvað breyst eins og þetta litla sæta sko. Þetta dagatal sem voru 6 systkini sem áttu þetta saman og þau sem sagt
skiptust á alltaf að fá að opna eitt glugga, þannig að hver fekk 4 glugga og Og það var endurnýtt ár eftir ár, sem það hvað? Ég held að, já, það var örugglega þannig með þetta, því að þetta, þú fékkst ekkert jóladagatöl alltaf, en svo auðvitað eykst það, þetta mitt frá 55, 54, 55, en svo sko þegar fyrir líða að svona undir 80, þá faraði nú að vera algengari, en samt svona þannig, þetta kom frá Svíþjóð, var sent hingað sko, og þannig að þetta kemur frá ýmsum stöðum og hérna einmitt eitt, já, aðventu dagatalið eru oft kölluð það út eða kannski svona hugmyndin jóladagatalið, svona meira svona skandinavískt orð og svo náttúrulega þegar maður að skoða svona jóladagatalið hefð og í Skandinavíu þá tengist hún líka dálítið mikið inn í sjónvarpið. Já. Og maður svona, það þetta, við eigum ekkert sjónvarpsdagatal hérna á Minjasafninu en hver veit, kannski kemur eitthvað. Það hefur náttúrulega verið í 24 ár núna, eða lengur að byrja 88 og hefur gefið út svona jóladagatal kringu það síðan 1990. Þannig að þetta orðin gömul hefð svona fyrir ungu kynslóðina að skoða, þannig að það margt spennandi í þessu, mjög ólíkar leiðir til að telja og já, maður veit auðvitað, sumir hafa verið með einhvers konar strengi og bönd og póka og hengt í gjafir og hitt og þetta sem maður hefur séð hugmyndir að og veit að fólk gerir en við eigum ekki allt til að sýna og það spurning hvað kemur út úr leit okkar í bænum og bara endilega heyri okkur, kíkja til okkar. En þetta ekki í fyrsta skipti sem þið eru með svona jólasýningu, segðu mér aðeins frá þemanu síðust ár. Þessi sýning sem hefur verið að þróast, hún byggir bara á því að koma og prófa og upplifa. Við erum að tala ullarvinnslu fyrir jólin og matargerð og svona ýmislegt og en svo hefur svona gegnumgangandi þema þessu verið jólasveinar og við vorum í miklum jólasveinarannsóknum þegar við vorum að byrja og finna nöfn á jólasveinum. Ný nöfn? Já, bara safna saman öllum nöfnum sem eru þekkt. Ég held að við vorum komin upp í 89 í fyrra. Það bættust aftur við svo í fyrra og hver veit hvort það bætist eitthvað við núna, maður ætla að heyra eitthvað nýtt. Þau eru sumkvæður ekkert sérstaklega jólalegar, það nokkuð? Nei, þau eru það nokkuð ekki. Þau eru nú mörg hver bara heldur óhugnaleg. Já, jafnvel dónaleg. Já, og það er gott að þeir kom ekki allir til byggða. Þetta er svona það sem við höfum verið að gera. En svo vil ég alltaf einmitt bæta þess við og þannig að svona auk þessara svona þess að þú getur komið og upplifað og prófað og skoðað svona jólin í gamla daga og jólasveinana, þá höfum við verið svona aðeins að taka nokkra svona siði og gera þeim skil á mitt dagatölu núna. Við vorum að fjalla skógjafir í fyrra og söfnuðum sögum fólks skógjafir þeirra. Er það ekki alíslenskt fyrirbæri eða hvað? Það er svo sokkurinn þarna. Já, þannig er sokkurinn og svo þekkist það alveg frá miðöldum að fá eitthvað í skó og skórinn var í rauninni svona myndlíking af skipi, heilagur Nikulás sem var jólasveinninn þarna úti, hann var verndari sjómanna og barna. Já. Þannig að skórinn var svona steypti saman þessum hlutverkum hans og en það var bara einu sinni, það sér íslenskt að fáum 13 gjafir í skóinn sko. Það vel rausnarlegt hjá þeim feðrum sko. Svo árið þar á undan fengum við einmitt lánað jólatré bæjarbúa, jólatré frá ýmsum tímum og vorum svona að tala þá hefð og auðvitað eru þetta mikið til svona það sem við erum fjallum eins og jólatré, dagatöl, skór, þetta eru svona hefðir sem eru að blómstra svona á 20. öldinni en einmitt svona rauði þráðurinn eru þetta að kynnast jólunum á fyrri tímum þannig að þetta er svona leiðin til að tengja okkur aðeins nær og einmitt þetta sem fólk á og bara svona þetta sem við munum og þannig að við erum á víðu sviði og það er margt að skoða og upplifa.